Blöndal, hér við stjórntækin. Ekki G fær þann mikla heiður á að vera með tveimur miklu meisturum. Einn mjög mjúkur, Steinþór og Steinþórsson, og einn frekar harður, Egill Einarsson. Verið velkomnir, strákar. Takk fyrir það. Takk fyrir, Richard. Hvernig eru menn í dag? Ég ætla að vera alveg hreinskilinn. Ég fyllandi góður og ég fróandi fín. Það er bara svona. Ég rosalega, já, ég eiginlega í hættilegum gýr í dag. Það sumarið, Steindi. Já, og maður með nett vor í punktnum og ég ætla að kíkja á Secret Solstice í kvöld. Já. Og það er svona, þegar maður með plan, sko. Já. Þá er maður komin í hættilegan gýr. En ég veit að halda allir niður í sér andanum að vita hvernig Egill Einarsson hefur það. Já. Það er bara svo nýr. Það lítur út eins og mér. Ekki verið betur held ég. Nei. Það er bara hannig. Það er aldeilis þáttur framöndan. Já, það er veisla framöndan, Richard. Það er hárrétt hjá þér. Nú er engin blöð til að skamma mig og... Sko, ég og Egill, ég hringdi í Egill í gær, skvöldi. Og við töluðum saman heil lengi. Og við ákvæmum að nýta það að Öddi, hann er náttúrulega staturökstar í Vegas með allt niður í sig, aðleguna undir, nauðasköllóttur og einhvers staðar mjög lítill í sér. Þannig að við ákvæmum að nýta það tækifæri þegar Öddi er fjarverandi, þá fáum við að vera barnalegir. Það er engin stoppari, það er engin handbremsa, við fáum að vera fáiðar í friði. En þið ákveð þá að draga dagskrárstjóra með í það. Já, það er bara þannig Richard. Já, það er ágætt, þá verður engin rekin. En við ætlum að fá að njóta okkur í dag. Bara fíblast aðeins. Hann er alltaf að skamma okkur þegar við komum með hugmyndir á föstum. Við megum aldrei gera neitt. Við ætlum að vera með þess að ég er með þetta á plæðinu. Við ætlum að vera með myndir fyrir Cash. Hvort myndir frekar? Þú ætlar að stjórna því. Þú ætlar að stjórna því þetta. Ég ætla að vera með það. Ég var mikið að vanda mig í gærkvöldi og ég reyndi að hafa þetta svona frekar barnalegt. Sko, við höfum verið þrí saman áður í útvarpinu þegar Öddi hefur í burtu. Og hvað var það aftur Egill? Það var... Rikki var með allt niður sig þegar að koma... Hann var með, já, ég myndir fyrir Cash og myndir frekar. Það var hæðilegt, hann skeit. Hann skeit, en hann er búin að gera þessi. Við ætlum að henda okkur í vondatið, ég ætla að henda ykkur í það. Já, ég er mjög ánægð með það að vondatið sé að koma aftur. Það er til dæmis eitt af því sem ég var að tala um á hann. Við fáum að vera barnalegir í friði. Já, og enginn að dæma. Vondatið er mjög barnalegt í dag. Við ætlum hugsalega að henda í, hvað var það, Kaffitáls Tristan, við ætlum að breyta ykkur í Gilsari. Já, ég er að meta þetta. Já, stráka, ég veit ekki hvort við skulum sjá til með það. En ætla þú að vera með slúður í þetta, Richard? Já, ég fekk skilabóð frá Ödda að þú eða Steindi fengið ekki að koma nálægt í. Já, en sko, ég verð náttúrulega með brakandi fest íslenslúður. Það er búið að regnin tölvupúst. Já, ég átti líka að fá að taka það fram að við berum ekki ábyrgð á því. Já, sko, við erum allir í sama liði, það hef ég nú alltaf sagt. Nei, eins og ég segi, það er ekki hægt að skjóta sendibóðum þegar kemur á slúðurinn. Ég er búin að fá mikið af tölvupústum, ég er búin að fólk kemur upp að mér í bæ og segir mér og hvíslar að mér hinn og þessu. Þannig að það er nóg að gerast og ég get lofaði því, Rikki. Ég get lofaði því. Í dag get ég sagt það með hreinni samvisku að svona íslensk seleb í gæsalöpum, þekktir Íslendingar, eru með allt lóðurétt niður sig. Ég veit ekki hvort ég hlakka til að kvíða fyrir þessu, en við fáum það á eftir. En hér eftir smá stund þá fáum við tvo skemmtilega gesti, tvær ungar dömur sem eru að byrja með sjónvarpsþátt á Stöð 2. Algjörlega, ég er mjög spenntur að hitta þér. Það er Vala og Júlíana, þátturinn þetta þær tvær og þátturinn er að byrja á sunnudaginn og þetta er sketsaþáttur. Og já, það er alltaf að koma og ekki bara það, við plötuðum þær áðan, rétt áðan, fyrir svona korteri. Þá plötuðum þær til að tala við símtal. Það er dagskrárlið sem hefur ekki verið lengi og ég held að það getur verið mjög gaman að heyra þær taka. Held ég, FM 95 blöð, hafið göngur sinna kæru hlustundur verið með okkur næstu 2 tímana. Eftir smástund þá fáum við þessar tvær ungu dömur til að spyrja þær aðeins út í þáttinn og já, hendaði mér eins og eitthvað smá barnalegt, talaði við símtal. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Þið eru að hlusta á FM 957 hér á FM. Má ég segja hér á FM? Þetta var einn dýrasta opnun allra tíma. Þetta var Heiður Östmaröndi mín. Já, það er alltaf gaman að grípa í hausna. Nei, fullkomlega, það er bara. Já, þeir eru að hlusta á FM 957 hér á FM 957, jari. Það var að koma einhver flutningabíll bakkandi með tróðu fullan klukkutíma músík og enda að segja hér á FM. Akkur tala allir á svona stöðum svo halvvitar ekki. Nú þarf þú að svara fyrir það. Nei, við tölum bara mjög eðlilega. Ég tala ekki svona, það er bara Egill sem tala svona. Já, menn tala svo hratt í útvarpi. Hafið tekið eftir? Það er svo tíminn sé alltaf að fara einhvern veginn. Við erum komið með góða gesti. Já, við erum komið með rosalega góða gesti. Vala, verðst þú velkomin? Takk fyrir það. Og Júlíana, verðst þú líka velkomin? Takk hérlega fyrir það. Og sko, þið eru að fara að byrja með sketsaþætti á Stöð 2 sem heitir Þær tvær. Akkurat. Og til hamingju. Já, takk fyrir það. Þetta er þetta gaman. Já, þetta er ógeðslega spennandi. Já, svo gott að fá eitthvað nýtt og festinn. Hvað, getið þið sagt okkur aðeins bara
þú veist, nú eru ógeðslega margir hlustendur sem bara, þú veist, hafi ekki heyrt í ykkur áður. Já. Þið voru náttúrulega reyndar á snappinu daginn, Nóa snappinu. Akkurat. Slóðum við gegn þar. En hvað, hérna, svona, já, þú veist. Hvað er að frétta þarna? Hverjar eru þið? Herðu, já, það er bara, við erum að taka fyrir alveg ótrúlega margar svona skemmtilegar týpur. Já. Og þetta er einhvern veginn svona bara alls konar grín. Já. Bara allt milli himins og jarðar og... Já, en við erum sérst bara drulluhressar og skemmtilega leikonur í leitastarfi. Nei, við erum bara ógeðslega góða vinkonur og báðar leikonur. Ég er útskrifast á morgun sem leikona og fyrir nokkur síðan þá datt okkur í huga að gera saman grín og við ákvæmum bara að gera það af því að það gerist ekkert nema að gera það. Nákvæmlega, til að hamingja með það að vera útskrifast. Takk fyrir. Eru þið flippar leikonur? Bæði og. Við erum flippar og stundur svo bara mjög hófsamar og penar. Nei, við erum flippar, myndi ég segja. Já, ég myndi segja það, sko. Já. Við tökum okkur ekki of alvarlega og okkur finnst gaman að vera ljótar. Við erum bara að hafa gaman af lífinu og já. Fáðu ekki eitthvað barnalega sketsa? Eitthvað svona prump og... Jú, kúkur og piss. Það verður að vera kúkur, það er líkilegt. Ég er að segja ykkur, ég mun ekki horfa á þáttin ef maður sé bara eitthvað kúkur. Já, það er kúkur, Steindur, þannig að þú myndi alveg horfa á hana það. Ég er aðeins dýpri, sko. Þú dýpri, treftu mig ekki, sko, þú elskar kúk. Það er ekki lagi með þig. Eru þið samt ekki trætta við að þið byrja ykkur svona flippi og svona gríni að það sé hægt að taka ykkur alvarlega síðan? Herðu, það er alltaf einhver hægt. Hvaða fordómar eru þetta í svona grínistu? Ekki lagi með þig? Ég byrjaði til dæmis, sko, ég ætla bara að segja reynd út, Rikki, ég tekin alvarlega. Ég myndi aldrei líta alvarlega ef þú er ekki dramamynd. Ég myndi aldrei taka alvarlega. Hörðu, ekkert svona. Nei, þetta er mjög særandi, Rikki. Þetta er mjög særandi. En Júlíana, já. Það er líka svolítið gaman að því að þú ert að fara að gifta þig næstu helgi. Akkurat. Og ert kasólétt. Djöfisins kjafta ertu komin í. Það er mikið stress í gangi. Já. Að stofna lífið. Ég ætla að anda. Já, ok. Og hvað ertu komin langt á leið? Nú er ég komin 34 vikur eða 8 mánuði. Já, þú þarft að segja það svona. Já, maður þarf að segja, ég þoldi ekki því ég spura ólétta konu hvað ertu komin langt á það sömur í vikum af því að maður hefur enga hugmynd. Já, ok, ég hljóti í horn og reikna þetta bara. Deilandi fjórum. Hvernig er þetta? Sendiði mail með þetta. Já, ok. En hvernig ert þú þá? Ert þú þá steindatýpan að henni eða? Akkur ég á dóttir, sko. Já, þú ert samt alltaf reykjandi Salem og í óreglu. Já, heyrðu, reykjur Salem? Já, stundum. Ef ég komin í glas, þá fæ mér stundu Salem. Anskotin hafið, ég skal alveg veikuna það. Sko, þetta er þannig þáttur, menn verða bara að vera svolítið hinskileg. Já, maður er veikuna. Jú, maður er ekki. En sko, Vala, þú ert bara einhleip. Já, ég er einhleip. Og við vorum að tala um það áður um Þú reykir og þú ert ekki kærist, þú ert ekki giftaði og áttu börn. Nei, þú ert svona kvenkins ötti blöð. Heyrðu, það er mögulega skrítnasta hrós sem ég fengi. Já. Nei, nema hún er með þig. Með hár og reykir Salem, sem er svona ekki hann kannski. Nei. Já, ætli verðum við ekki bara að tjekka á þessu? Já, ötti. Sjá hvað gerist. Jó, algjörlega. Jó, bara senda hún skilabóð á Facebook og eftir. Það er verið að pressa blöð. Verðum við ekki að láta reyna á þær í þessu gríni eða? Jó, algjörlega. Hljóma mjög vel. Já, hendaði henni í djúbuluna, það er bara hann í eitthvað rugl. Ég og Steindi vorum að tala saman á hann. Leiðurinn í FM 95 Blöð sem var talað við símtal. Munið eftir því? Já, ég man eftir því. Þá basically er önnur bara línu að tala við ykkur. Bara segjum við ringjum í Apotek. Svo er hinn að trufla símtali eins og hún sé bara eitthvað annars þar. Þetta er svolítið að láta línundan slá saman. Já. Skemmtilegt. Eru þið klárið? Bara hendum okkur í þetta. Og fyrst þáttur á sunnudaginn, það ekki? Sunnudaginn kl. 19:05 á Stöð 2. Hvað er það margir þættir? Þetta eru 6 þættir. Já, því líka veistla. Herru, klárið með Livju, býtu. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég er svona veltaði fyrir mér. Ég var semst hjá lækni áðan. Já. Og hann sagði mér að hafa samband við bara næsta apótek. Ég er semst komin 8 mánuði á leið. Herru, ég ætla að fá 16 tónn pítsu með pepperoni og búin að vera með sem sagt svona piparasti. Smá samdrætti, svona með smá verkjum. Já. Og bara þunnbotna. Og ég veit ekki alveg, hann sagði mér að hafa samband við ykkur af því að hann sagði því að ég var með eitthvað líf sem að... Ekstra mikið á osti bara og fyrir ekki, já, einmitt. Nei, pepperoni.
ég er búin að vera að spekulera með þetta lyf sem að það ávist að vera svona slakandi. Get ekki fengið þetta bara heimsend eða eitthvað? Já. Og hérna, við fyrir ekki þetta hjá þér eða? Nei, ég er bara hvað það kemur. Já, allavega þessi verkir, ég er að reyna að leita að svona slakandi lyfi. Í Grafvænum. En ég veit ekki alveg, í Rimakörunum. Veit ekki alveg hvernig lyf, þú veist. Ert þú að koma með þetta sjálfur? Ég er samt við lyfræðingin augnablik. Já. Ert þú að koma með þetta sjálfur? Já, halló. Já, góðan daginn. Já, þú hljómar sætur. Ég hringdi Ert þú að koma með fýtsuna sjálfur? Áðan og ég var að tala við konu hana sem var að gefa mig samband við þig. Já. Og hérna, ég komin 8 mann á leið. Veistu það, ég get ekki tekið næstu með núna. Samdrætti, svona með smá verkjum. Já. Og ég beðin að hafa samband við ykkur. Varst þú ekki með nestið? Var hann að fá verkjastilling, fyrir ekki. Varst þú ekki með nestið? Fyrir ekki, ertu að heyra þetta? Eitthvað verkjastillandi? Já, einmitt. Nei, nesti. Hvað séru? Nesti. Verkjastillandi lyf fyrir samdrættina. Já, ég ætla að fara á Esjuna nefnilega. Það er óskup lítið í búðin nema bara Paradafs. Já, ok, ég skil. Og hann sagði ég ætti að reyna að eitthvað meira slak. Ég ætla alla leið upp á Esjuna. Hvað séru? Ég ætla alla leið upp á Esjuna. Já. Það er svona eina onlýsel, sko, annað væri bara sem rauðu lækni. Já, en ekkert meira slakandi en Panodil og þegar hann sagði mér að hafa samband við ykkur og þetta væri lífskeið hlið. Jú, en það er ekkert að ég væri svo getið fengið sem er onlýsel, skil, sko. Já, nei, ég var að fá mig bara bjór líka. En bara bjór. Var ekki ekki að taka mig bara bjór. Þannig ég fæ bara, þannig þú eftir rauninni bara benda mér á Panodil, bara það sem ég hef verið að taka. Ég nú eða bara brísir eða eitthvað? Það er eina við verkjum, sko, við svona samdrætni, það er ekkert svolítið onlýsel. Nei. Svo náttúrulega er það bara vodka líka við allt tekst. Hann búin að skella. Ég er bara að vera hrósugund, ég er bara að takla þetta mjög vel. Það er bara aðeins. Það var mjög stressandi. Já, þetta er æðislegt, það er svo gaman að fíblast maður. Ég dey samt inn í mér þegar rekja fólk svona. Ég get þetta. Finnst ykkur erfitt að rekja fólk? Já, ekkert smá. Þegar fólk veit ekki að sé að leika, það er mjög erfitt. Þú veist það, þetta er nefnilega svolítið vond en að venst. Já, þú veitir að vera vel brynjað. Allt í nættu farin að hringja bara loku augun og vera ógeðslega bara kaldur og vondur, sko. Það er hættulegt. Við þurfum að æfa okkur í þessu. Algjörlega. En stelpur, ógeðslega gaman að fá okkur heimsókn. Þátturinn er núna á sunnudaginn klukkan 6:05. Akkurat. Og þjóðin er að deyja úr spennu. Þetta verður geggjað. Geðveikt, gaman að koma. Til að fyrir þáttinn. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Without you, my friend. Að svari síman. Þú skráir þig í Sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og nokkrum sinnum á hverjum degi hringjum við í einhvern skráðan hlustanda. Íslands. Kings of Leon. Nýja laugardagshöllin 5. 13. ágúst. Miðasala er hafin. Ekki missa Kings of Leon á stærstu tónleikum ársins. Sena. Júnítilboðin í 10.11 eru seiðandi og sumarleg. Bavaria Radler léttbjór á 159 krónur. Pringles 165 grömm á 349 krónur. Og heimilismatur kjötbólur með kartöflum og brúnni sósu frá Ora á 529 krónur. 10.11. Fljótlegt og þægilegt. Fáðu þér gott að borða í IKEA.
Í júní færðu halvan grillaðan kjúkling, franskar, hrásalat og sósu á aðeins 995 krónur. Svo getur þú kítlað bragðlaukana enn frekar með okkar einstöku heimagerðu chilisósu fyrir aðeins 100 krónur. Vertu velkomin, IKEA. Njótum í sumar. Pallurinn, garðurinn eða ferðalagið. Hugmyndirnar eru í nýja Bíkó-blaðinu. Bíkó, gerum það gott í sumar. Langþráð önnur breiðskífa of Monsters & Men komin út. Síðasta skífa sveitarinnar seldist í milljónum eintaka allan heim og nú toppaðu sig með plötu ársins. Tryggðu þér eintaka Beneath the Skin með of Monsters & Men í næstu verslun. Allt frá handbolta til hestaíþrótta. Það ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lottó, leikurinn okkar. Sjóðheitur og sumarlegur mangókjúklingur. Ert þú búinn að smakka? Saffi. Ímyndaðu þér að elta kærustunuðin út á land og byrja í nýrri sumarvinnu. Tómatur, Bara til þess að vera dömpað viku síðar. Hvað varstu að draga mig út í raskati og allar ekkert að vera með mig? Albatross, ný íslensk gamanmynd, komin í bíó. Mér finnst bara ótrúlega góð hugsun að geta komist í gegnum þetta. Ég held að það sé bara, ef ég get þetta, þá get ég hvað sem Nú eru æfingar og skráningar fyrir Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka í fullum gangi. Skráðu þig á marathon.is. Ekki komin tími á alvöru burger? Dirty Burger and Ribs, Miklubraut og Austurstræti. Minna á manstu, fyrsti þáttur, föstudaginn 19. júní á Sport 2. Hver núverandi Íslandsmeistari í höggleik í golfi kvenna? Ólafía Hrönn. Nei, Ólafía Kristín. Já, nei. Nika Hakkin. Vel gert. Nika Hakkin hann. Manstu á föstudagskvöldum á Sport 2. Skemmtileg þáttur fyrir skemmtilegt fólk. Ekki missa okkur, það verður gaman. Manstu í boði Frón, Dominos, Coca-Cola og 1011. Sól, sól, sól. Besta útisvæðið á Austurvelli við í English Pub. Happy hour frá 9 til 12. Allar helgar í sumar. Keiluhöllin og FM 95 Blö. Keiluhöllin og FM 95 Blö með ykkur hér á föstudegi og já, þökkum þessum flottu stelpum kjallaði fyrir komuna. Akkurat þær tvær. Þetta spennandi verkefni. Og verða núna á sunnudum, 5 minútur yfir 7. Þarna dattinn Betty maður. Það hérna, heyrðu þetta? Það púluðu þetta vel, við settum það eiginlega bara undir pressu og það eiginlega bara... Já, það neldi þetta. Mjög ánægð með þér, mjög ánægð með þér. Það svo komið að föstum lið, sem slúðrið. Akkurat. Ég ætla ekki að reyna að vera leiðilegur ekki. Líkurnar á það og drullir á það með slúðrið töluverðar. Ég ekki að vera leiðilegur. Frábært, þú ert líklega með slakabaka. Ég er svona, ég ætla ekki að vera með tæla, en það það sem fréttir. Ég ætla að byrja á fyrsta mólanum, það Miley Cyrus. Hvað sér, líkurnar bara að minka eitthvað? Strax búin að rífa það í gang, við ekki hana það. En Miley Cyrus, hún ætla búin að vera með Patrick Schwarzenegger eins og flesti vita. Ég er búin að vita það, Rikki, það vita það allir sko. Já. Nú ættum allt niður, Rikki. Nei, en hún farin að deyta Píu. Nei, ég sagði daginn, hún er bisexual. Já, hún semst... Hvað að gerast með hana, Miley? Já, hún byrjað að deyta Victoria's Secret módelið Stellu Maxwell. Já. Og að taka mikið að myndum að þeim og þær að leiðast, faðmast og viðast bara njóta þess að vera með hver annari. Það gaman að því, hann sko, já. Stella Maxwell og Miley officially semst... Þau eru item. Þau eru búin að setja á Facebook in a relationship. Þau eru búin að taka hann inn og allt klár. En hvernig líður Patrick með þetta allt saman? Patrik Nei, Patrik er tilfinning að vera. Vildi hann ekki losna við hann? Það er fínt að gera hjá honum. Hann er núna að fara að leika í... Nei, hann er ástöngin. Er hann ekki að fara að leika í Zombies vs. Fireman? Nei, þetta mikið maður. Já, hann er í því. Hversu slagt það að vera sonur Arnold Schwarzenegger og þú ert að leika í ykkur og svona? Já, einhverstað að vera menn að byrja. Skilt ekki í þig, ekki. Hann er ekki að vinna sig upp. Vinna sig, byrjar ekki að vinna upp í Zombie vs. Hvað heitir hann? Hann 93 módel, geðu honum smá tíma til þess að landa fyrsta. Ekki byrja þetta umbóðsmaður. Ég er komin í tím Patrick núna. Herðu, og úr Patrick Schwarzenegger og næsti móli Arnold Schwarzenegger. Já, pappa. Og gefið þig kynna, ég hafði enga trú að það, Richard. Útbúin að gera það þig. Já,
En það virðist vera eitthvað lítið að gera hjá Arnold Schwarzenegger þessa dagana því að hann mætti hérna í eitthvað Madame Tussauds safn í Hollywood og hann stilti sér upp í Terminator gerfinu og hann sagðist að hrekkja fólk sem ætlaði að láta taka myndir af sér. Já, það veit að allir búin að sjá þetta. Þetta finnast ég séð. Hann líka bara hendi 9 million views á 2 dögum á YouTube. Með hvað segir þú? Hann að segja setningarna sínar Look at you now. Hann á hann að vaxmyndasafninu. Fólk heldur að hann sé bara þetta sé vaxmynd en þá hann mættur þarna og að bregða liðinu. Sér fer hann út á götur vaxmyndasafninu sínu á hann sitt eigið safn. Nei, þetta er Madame Tussauds. Já. En hann á ekki þetta safn. Mjög góðu sketch á Arnold og 2 dögum 9 milljónir sem rosalegt. Hann orðin king of social media. Hann mjög fyndinn á Snapchat. Hann heitir Arnold Schnitzel á Snapchat og hann mjög virkur þar. Og hann eiginlega finnasti Snapchateri sem ég með. Já, ég þarf aðdónum. Hann að hlaði í setningarna sína eða? Já, hann alltaf að hræri ykkur lið. Look at you now. Ef þetta ekki með, hann keyrði hann inn strax. Strákar, trailerinn á nýju Terminator rosalegur. Ætlaði að sjá hana? Já, ætlaði að sjá hana, Rikki. Þú verður að setja það í stand. Ekki spyrja mig og Detective Stonefrog, hörðustu Terminator aðdóndir í heimi, hvort við ætlum að fara á Terminator. Ég veit alveg með þig, þú ert ekki svona besta mynd. Hann er búin að berjast fyrir að fá Terminator þýmið í byrjun og þetta. Já, ég er búin að berjast fyrir því að fá Terminator þýmið sem opna því. En ég er með korri, opnaðu YouTube núna, Richard, fara á YouTube, skrifa Terminator þým, maður sjá hvað við fljótur á tökkunum, get it right now. Loka þessum hundleðilega bettasöfnað núna. Ég vil há Terminator þýmið undir. Já, höfum það undir núna slúðurinu. Kerðu það í gang, slöktu þessum bettasöfnað á. Segðu hvað er gaman, við getum leyft okkur svolítið svona. Þú veist, að því að Öddi úti, þá getum við verið að leika okkur. Ég verið líka til dæmis til að fá Einar Áttavilda hérna inn í. Nei, alls ekki. Ekki eðlika þáttinn. Sko, hérna Eru þið með eitthvað? Ég er búið með mitt sko. Sko, ég er náttúrulega með brakandi ferskamóla. Varst þú með eitthvað slúður? Nei, Mæli byrju á 400 kaloríu kúr. Hún að græna sig, hún sett 50 kíló, þannig að það spes. Já, ok, en það er ekki orðið bara hættulegt. Jú, það sérstakt, við ekki það. Þetta er náttúrulega ekki Terminator 2 þýmið. Já, málið að það að byrja, Rikki enda skeitt, þú mátt spóla þess inn í þetta. Þetta lítur að vera Terminator 1. Þetta lítur að vera þýmið. Ertu að tala um þetta? Já, ég er að tala um þetta. Jésús minn. Ertu með eitthvað Steindi? Já, ég er með brakandi ferska móla frá, heyri. Ég veit þetta er svakalegt. Þetta er svo gæðveikt. Akkur erum við ekki að opna þættina með þessu? Eða Einar Áttavildi? Ég klárið það. Ekki Einar Áttavildi. En ertu með eitthvað Steindi? Kottu með móla. Ég er með móla. Heyri, núna er sko árlega veðurhlaupið sem hefur alltaf verið í Texas með kaninu veðurhlaup. Kanínu veðurhlaup? Já, það er sko, þá ert að betta á kanínur og þær eru að spretta. Það er svona hundur og eftir og allt þetta. Ég veit að margótt sé þetta. Já, þetta er alveg þekkt dæmi. En þetta er svona, þú veist, þetta er búin að draga rosalega mikið að sér frækt fólk. Og það voru, það var þetta. Rikki, leifðu manninum að klára slúðupakka sinna. Við vorum að tala um að Wesley Snipes var þarna, Nicolas Cage var þarna. Það voru fullt af góðungurum hann. Mínum uppáhaldsgurum, Kurt Russell var líka þarna. Ok, þetta eru kanínur og var eitthvað kassi þarna, maður ekki sko það? Nei, en það er sko, þegar, og ég ætla bara að hoppa yfir þetta. Ég má ekki tala í hérna mikrofóninu þetta lengur. Sko, var hann að grípa fram yfir þér áðan, Rikki? Aldrei, ég var ekkert að því. En það var svört kanína sem var að keppa móti 3 öðrum hvítunkanum og hún rústaði þessu. Hún hljóp svo rætt. Og svona til að segja sko góða sögu styttri og stytta þessa sögu alveg hrikalega fyrir ykkur, þá bankar Wesley Snipes, enginn annar, í öxlina á Kurt Russell. Bara eitthvað er rámt í saga. Þetta er best að sagja þetta er svakalegt. Og segir always bet on black. Þetta var slúðrið. Hann tók það to pass into 57. En þetta er ekki allt búið. Má hann klára slúðupakka? Já, og hann setur síðan kanínuna og hann í kassa. Og getur hver tekur þá. Það er enginn annar Nicolas Cage. Setur 4 röðum aftar en Wesley Snipes og segir put the bunny back in the box. Það er Wesley Snipes alltaf að lappa með svörtu kanínuna hérna til. Best að sagja ekki hér. Frábært. Herru, þetta var slúðrið. Myndur fyrir Cass eftir smá stund. Heimsmet í burnout. Fylgstu með eða taktu jafnvel þátt. Shell. Í dag er föstudagur og bátur dagsins er pizzabátur á aðeins 599 krónur. Subway.
Ferskleiki okkar bragð. Þú velur þína steik, beint úr kjötborði Hagkaups. Kjötborð Hagkaups finnur þú í Kringlunni, Garðabæ, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. En betra númer. Sama góða þjónustan. 1818. Tvöfalt auðveldara og tvöfalt mikilvægara að muna. 1818. Já svarið. Pepsi Max og Wow kynna. Ein vinsalasta rocksveit heims kemur til Íslands. Kings of Leon. Nýja laugardagshöllin 13. ágúst. Miðasala hafin. Ekki missa af Kings of Leon á stærstu tónleikum ársins. Sena. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull. Okkar bjór. Léttöl. 15 years and I'm still dealing with these kids. Samfum Killing. Nothing has changed. Entourage. Mark Wahlberg, Liam Neeson, Jessica Alba, Ronda Rousey, Jeremy Piven, Billy Bob Thornton og Pharrell ásamt fjölda annara leikara í þessari frábæru bíómynd. Entourage. Komin í bíó. Fabulous wings and amazing barbecue ribs. See you there. American Bar. Að bíða eftir því að Katla gjósi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull. Okkar bjór. Léttöl. NAM. Nútíma asísk matargerð. NAM Nýbýlavegi og Bíldsöða. Pissbúinn sólavörn kemur í veg fyrir að þú brennir þegar þú steikir því í sólinni sumar. Pissbúinn sólavörn. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Ég, elsku vinir og lífsförunautar þeirra hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það Steindi Tjún, Egill Gils og Rikki G með ykkur á þessum glæsilega föstudeginum 19. júní strákar og það sólusumar úti. Já. Hvað gott maður. Loksins, einhvern veginn loksins. Við erum að fara í þekktan dagskrárlið sem heitir Myndur fyrir Cash. Akkurat. Yes. Og ég vandaði mig ákala mikið í gærkvöldi. Rikki, áður og heldur áfram. Ég var sveittur. Nú Öddi ekki á staðnum. Ég og Egill erum alltaf sammála. Það alltaf einróma ágrunni okkur sem ítt á takkan og spilaði trailerinn okkar. Það ekki það? Að sjálfsögðu. Ekki vera svo blöð. Kostur við að hafa þig núna, Rikki. Þú ert ekki blöð. Blöð kvartar alltaf. Það þú kvartar líka. Nei, hérna kemur þetta. Would you like to have pockets full of kids? Þetta mjög skemmtilegu trailer í mínútu. Ég man ekki eftir. En þá var það bara hálnað. Ég man ekki hvenær við fengum að klára hann á trailer. Nei, ég spáði lengjan. En það eins og komið að Myndur fyrir Cash og ég með 3 spurningar í dag. Ok, þetta Ég vil bara segja eitt, Richard. Síðast þú að Myndur fyrir Cash og hvort myndur frekar, þá var það mjög sérstakt. Það var sérstakar spurningar, þú ert sérstakur drengur. Ef mér þykir vendu þig. Já, ok, þá skulum við byrja og þetta getur alveg verið sérstakt. Ok. Fyrir 250 milljónir drengir spyr ég ykkur. 250 milljónir? Já. Upphæðir þetta? Myndið þið breyta fornafnin ykkar í Hitler í 5 ár og þið fengju undan þá til þess að breyta í löglega tilbaka 5 árum síðar í ykkar nöfn aftur. Þetta þá Hitler Einarsson og Hitler Róar Steinþórsson. Catchið það má enginn vita að þið væri að fá greitt fyrir þetta. Ég vil ekki, hvað gengur að þér, Richard? Hitler Einarsson? Já. Og hvað? Það mætti enginn vita Það geti verið nýja nikkið bara. Og bara ágóðan daginn, Hitler Þú er bara skráður, þú er flett upp kendulinni, þá er bara Hitler. Má ég, það ekki til að segja, má ég breyta því? Má heita Hitler? Ég að segja, þið fengið undan þá til þess. Og að fólk spyr, af hverju, þá bara segir þú, já. En maður væri ekki, þú veist, maður væri ekki nazisti. Nei, ég meina, þú mættir ekki segja að þú væri að fá 250 milljónir fyrir það, bara breytti nafninu í hennu. Þyrfti maður að vera með held skeggið? Nei, bara nafnið. Bara nafnið. Rólegur. Það hendi þetta litla skemmt hérna. Nei, ég hugsa mig alveg sleppa því. En svo málega það, hann skemmti þetta 250 kúlur. Það óþolandi þegar menn skemma lúk. Þú veist, af því að ég hefði alveg getað ímyndað mér að vera með svona Hitlerskegg. Ef þetta væri ekki Hitlerskegg, ef þetta væri bara venjulegt skegg.
Akkur ekki, þetta er mjög snirtilegt mjög skemmtilegt sko. Þetta er mjög skemmtilegt skegg, það er bara búið að skemma. Það er búið að skemma fullt af svona lúkum. Mér er Guðmundur í Byrginu, hann skemmti hattinn. Getur ekki verið með hatt í dag. Heita Hitler í hvað, 5 ár? Já. Birgitta Haugdal, strákar, Birgitta Haugdal, hún skemmti loðstíflin. Já, það er svolítið. Ég þarf að henda nei á þetta. Ok, Steindi. Heita Hitler í 1 ár. 5 ár. 5 ár, já. 250 milljónir. Sko. Já, sko. Þetta er fínt kass. Já. Það er nú enginn að segja mér að kallinn hafi verið alls slæmur sko. Ekki í kaffibóðum og svona. Ég myndi, ég ætla að segja já við þetta. Ég myndi henda Ætlar að heita Hitler Hróar Steinþórsson í 5 ár? Já, bara hannig. Mér finnst líka bara Hitler Hróar bara. Já, Hitler Hróar. Sándar ágætlega, þetta flóa fínt. Ok, frábært. Númer 2. Rosalega því að þér inni ætla salta 250 kúlu fyrir að heita Hitler í 5 ár. Egil myndi ekki þjálfa eina mannesku á þessum 5 árum vantilega fyrir þetta? Hann þyrfti þess heldur ekki. Nei, þetta hann var einhvers staðar á snekkju, einhvers staðar. Góð punktur. Næsta spurning, strákar. Egil, hvað er þungur? Hvað er þungur? Já. Þetta er viðkvæm spurning. Akkurat núna... Þú spyrði ekki bodybuilder að þessu, þú mátt það? Jó, það er alltaf leið. Ég myndi að akkurat núna glæðilega 92 slétt. Ok. Þú slungur ertu? Steindi, hvað er þú þungur? Ég rocka rosalega mikið. Ég er einhvers staðar frá 82 til 86. Ok. Ég stíg voða sjaldan á vikt, ég ætla að vikina. Þá spyr ég ykkur, myndið þið bæta okkur 50 kílóum fyrir 100 milljónir? 50 kíló? Af hreinu kjötið það? Bara 50 kíló, þú verður þá bara að vennast í 140 kíló. Já, má ég velja hvernig þessi 50 kíló? Bara 50 kíló. Ég er því 130 plus. Ekki bara hvernig þessi 50 kíló eru, Richard. Ég er ekki að bæta með 50 kíló á fytu. Hvert fyrir þetta? Er þetta muffin top? En ég meina Jay Cutler er 140 kíló. Og viltu líta út eins og hann eða? Þetta fær allt í andlitaður. Nei, sko, Richard, verður að gera þig. Nei, alls ekki. Út af því þegar þú segir 50 kíló þá skiptir það máli hvort það sé fita eða vöðvar. Ok, 50 kíló af fitu fyrir 100 milljónir. Það er alltaf, nú tekum við alltaf spurningu. Sko, ef ég fengi 100 milljónir fyrir að fá 50 kíló af vöðvum á mig, þá væri það ekki spurning. Nei, það myndi bara aldrei gerast um þér, Steindi. Ég myndi taka því. Ok, 50 kíló af fitu, ég byrði ykkur 100 milljónir. Þetta er ekki mikið vesen fyrir Steinda, sko. Hún er skýtsama þá hann bætast 40 kíló. Ok, rólegur, mér er ekki skýtsama átt ég verið 136 kíló. Það er ekkert voðalega gaman sko. Með fullri virðingu fyrir þeim sem eru það en það er engum finnst það gaman. Ég get ekki ímyndað með það. Ég sko það ekki 100 milljónir. Ég er með reglu í mín lífi og hérna, ég veit ekki hvort ég hef sagt okkur frá þessu en sko fyrri talan má aldrei vera 9 á viktinni á mér. Ef leið og ég sinn sko fyrri talan verður 9 þá reykir þið niður í 80 kíló. Þá fer ég úr nokkrum á dag yfir í 2-3 pakkadaga. Nei, þá fer ég af öllum önnum myndi ég skokkin í ræktina. Okay. En það hefur aldrei gerst og ég passa alveg að það mun aldrei gerst. Ég funkar rosa vel einhvers staðar á milli 82. Getur þú e-mailað þetta á mig? Fyrst þú breyttir þessu í líkansvitu, Richard, þá þarf ég að henda nei á þetta. Steindi? 136, hvað þarf ég að vera með þetta lengi? Þetta er bara 50 kíló, það verður bara að koma og... En mætti ég taka þetta síðan bara af? Þú mætti gera það, en ég veit að hann geti aldrei. Það takkir mig mánuð. Ég er nefnilega með rosalega brennslu í villa, sko. Ég ætla ekki að reyna að vera leiðilegur, þú myndir aldrei greina þig. Ég ætla að segja já á þetta. Ég væri til að vera 1,79 og 136. Þá er það síðasta spurning. Fyrir $500 million. Alveg tölir að Richard. Eða 500 milljónir. Myndið þið byrja að hrista ykkur í beinni sjónvarpsútsendingu til dæmis að lofa í beinni? Guð minn almáttugur, Richard. Sko, ég ætla að beðja ungar hlustendur að slökkva á viðtækjunum. Ég ætla bara að beðja afsökunar. Ég ætla að beðja þjóðin afsökunar. Richard er að stjórna þættunum í staðin fyrir The Bold Man. Hann hendi hristingsspurningu í myndur fyrir Kess. Það er það sem hann gerði. Hann var að hendi það núna. Ég ætla bara að vera snögg og við skulum afgreita bara mjög fljótt. Ef ég ætti bara skít nú á peningum og ég bara geti gert hvað sem er við og ég ætla, Egil, flippa, ég ætla að gefa þér $500 million. Og geta að segja, ef ég hendi mig í Lói beinni og Lói spyrir mig, já, hvernig hefur það? Ég er bara líka aldrei í beinni. Já, og hvað það gera eftir hann? Ég er bara að þjálfa. Gera niður mig. Nei, þú ert ekki að gera niður. Þú ert bara að fyrir inn á það og byrja að hrista þig. Þú ert ekki að vera allsberg. Það er einhver kona að skrifa bréf núna á 365 Þetta er ekki hægt. Að lesa yfir einhverjum. Nei. Þetta er bara einföld spurning. Ok, inn á þig. Þetta er dagskrárstjórinn sjálfur. Og bara gera þessa hristingshreyfingu þá. Já. Og $500 million. Já.
Er það sem áttu að gera? Ég ætla að gefa þér það. Hversu lengi? Bara, þú veist, það er væntanlega að vera stoppaður bara á innan við 5-6 sekundum. Já, sko, fyrst hljómaði þessu, er það að gera niður þig, Steindi, í beinni útsendingu, síðan máttu fara með hendin inn og buxurnar eitthvað að fíblast, hún har gert meiri hluti en það. Nei, þetta er samt alveg strákar, þetta er ekki Þetta er 500 kúlur. Nei, þú getur, já, ég ætla að segja nei á þetta. Ég ætla að setja nei á þetta. Það er nót, Steindi segir nei á þetta, hann segir ég já við öllu. Nú setjum ég stólið við þetta, sko. Já, Egill, nei. Þetta er bara mjög góð upp að þér. Ég hef allt satt nefnir 350 kúlum. Nei, hægst ákvæði að taka $500 000 sko. Þú set for life, þú getur flutt eitthvað annað bara. Vertu bara hreinskilinn, þú myndir segja já og þú myndir gera það niður, þið tækir fyrirfuna og hrista í beinni. Það er nákvæmlega sem þú myndir gera. Ég veit það alveg. Ég minnst nú frekar ólíklegt að ég myndi henda mér í þetta. Þannig að Richard, það er ekki lægi með þig og ég segi nei. Þetta var myndurinn fyrir Cass, FM 95 Blöð heldur áfram hér á eftir vonda atið þar sem að strákarnir fá að, njóta sín, skulum orða. Pepsi Max, Doritos og PlayStation. Það er tvennt sem ég verð með á ferðalögum mínum landið í sumar. Vegabréf N1 og gítari. Fæ á N1 vegabréf, vegabréf, vegabréf. Það rignir stimpilgjöfum á þjónustustöðvum N1 í sumar. N1 vegabréf. Sund, siglingar, skíði, skylmingar, skautar. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Eftir að grillhúsið opnaði í Borgarnesi er hér eftir talað Borgaranes. Strákar, hvað eru að láta mig lesa hérna? Grillhúsið, sérsvið, matur, ekki auglýsingar. 15 years and I'm still dealing with these kids. Sam Kinnick. Nothing has changed. Entourage. Mark Wahlberg, Liam Neeson, Jessica Alba, Ronda Rousey, Jeremy Piven, Billy Bob Thornton og Pharrell á samt fjölda annara leikara í þessari frábæru bíómynd. Entourage. Komin í bíó. Frábær tilboð í rúmfattalægurinn. 20% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og sessum. Rúmfattalægurinn aðeins ódýrari. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Kíktu við og útboðið þitt eigið lokal salat. Möguleikarnir eru endalausir. Opið til 9 í kvöld í Borgatúni og Smáralind. Götuspyrna, ökuleikni, drift, Auto X, rulluspyrna, bílasýning, græjukeppni og hugsanlega heimsmet í burnout. Velkomin á Shell bíladaga 16. til 20. júní á Akureyri. Shell. Dominos kynir stórmyndina Ted 2. Okay, you ready? And the buddies for life. Mark Wahlberg og Seth MacFarlane eru mættir aftur í drepfindinu mynd kjaftfóra bánsan Ted. And my nose came off. Ted 2. Whatever. Frumsýnd 25. júní land allt. Rikki G á FM 957. Rikki G. Alla virka daga í samstarfi við Serrano. Að ríða inn í sólarlagið á velkemdum astma. Með burrito milli tannana. Serrano. Fresh, happy, max. Keiluhöllin Egilshöll. Færir FM 95 Blöð og frítt far í bæinn. Það held ég, FM 95 Blöð með ykkur kæru hlustendur. Erum hér í klukkutíma til viðbótar. Hárrétt, hjá þér ekki. Steindi Junior, Egill Gils og ég sjálfur, Rikki, í staðan fyrir Blöð. Richard. Herðu, langlífasti, dagskrárlegur FM 95 Blöð er ánefa sturlaða staðreyndir. Já, það er sko eins og Öddi kýsa kallan. Þetta er virtasti dagskrárlegur FM 95 Blöð og ég sko... Og þú ætlar að sjá hann í dag, Richard. Já, ég ætla að sjá hann og svo eftir smá stund fljótletið þá förum við í vondatið og sitt hvað meira en ég ætla bara að byrja ég með 10 sturlaða staðreyndir í dag. Ok, ertu búin að vera að vinna í þessu? Ertu búin að grafa þetta upp? Öddi er alltaf að væli því hann sé í klukkutíma 2 að finna þetta. Já, ég ætla alveg að bakka Blöð þar. Ég hugsa að ég hef alveg verið í hátt í klukkutíma að græða þetta í gerð. Já. Þannig ég ætla að bakka Blöð. Ánægð með það er metnaður í sturlum í dag. Kýrnar í Bretlandi baula með hreim sem svipar til tungumálsins í Bretlandi sem mannfólki talar. Þannig að kýrnar eru með breskan hreim í baulnu. Leif mér að heyra, hvernig? Svona Jesús Kristus. Oi. Af hverju sagði ég þetta? Sturlu staðreynd. Það er gott maður. Mjög góð staðreynd, Richard, ég veit ekki hana. Mjög gott. Fyrsti maðurinn til þess að vera sektaður fyrir ofhraðan akstur í Bretlandi hét Walter Arnold og var sektaður 3 pund sem að þótti há upp á þeim tíma 1896. Giskið á hvað hraða hann var tekinn? Hann var tekinn á 40 km hraða. Ok, Egill?
Hann var tekinn á 25 km hraða. Hann var semst tekinn á 15 km hraða það sem að mátti aðeins keyra á 5 km hraða. Ég var nærði en Stonefucker. Ok. Ansi skemmtilegt. Ég get hlaupið á 15 km hraða. Þú reyndar ekki hlaupið á 15 km hraða. Ég get hlaupið á 15 km hraða. Ég get hlaupið á 30 km hraða. Rikki, ef ég myndi setja hlaupabrettið á 15 í sporthúsinu, þú myndi faceplanta og skjótast á næsta bettið frá aftan. Þetta 15 sko. Já, ég er ekki nefnilega leðilegur sko. Ég held að ég aldrei farið yfir 6. Ekki reyna. Aldrei farið yfir 6. Ég held að ég hef hlaupið á 30 farið yfir 6, það er göngurhraði. Ekki farið yfir 6. Já, ok. Ég reynda að verða að taka undir með Agli. Hérna kemur einn sturlu staðrind að því við erum með rithöfund hérna með okkur. Rithöfundar og annars konar listafólk 18 sinnum líklegra til að fremja sjálfsmorð heldur meðalmann maður sem vinnur kannski sem málari. Ég er ekki þessi klassíski þunglindi rithöfundur. Ég er að svolítið challengea því lúki. Þannig er ég að koma ágætt út úr þessu þegar ég var málar í 4 ár. Já, það með Egill... Varstu málar í 4 ár? Já, málar í 4 ár. Egill, er rithöfundur eins og þú, ertu þunglindur? Nei, ég líður með ábæli bebila. Það er létt við mér sko. Það er stjórnlega staðrænt, já. Það eru margir rithöfundar mjög þungir. Hún líður jafnvel og villa. Þeir kvarta mikið, þeir blogga mikið og það er allt erfitt í lífinu. En ég fæ mér bara einn ískaldan gull skælbrósandi, eða Solbert, það er góður. Ég er nú ekki viss þetta, var ekki alltaf að tala tannlæknir og tannlæknar væri þunglindasti. Þetta kemur einn góð fyrir Steinda og kannski loksins skýring. Þetta er eitthvað fytabólugrín. Fólk sem þjáist að geðklofa er 3 sinnum líklegra að reykja mentólsígarettur heldur en annað fólk. Akkurat. Styrkti staðrind. Já. En það er náttúrulega lægi með þig. Er ekki Salem mentól? Já, ég veit ekki hvort, ef ég væri geðugur, þá myndi ég ekkert vita að ég væri geðugur. Það ekki? Ertu kannski með geðklofa? Það getur vel verið, ég myndi aldrei vita það. Ég væri svo geðugur, en þið getur verið búin að spotta örugglega fyrir löngu. Mér veistu, þú er bara toppmaður. Ég held að, það ekki. Ég er mjög seitt og svona, þú ert seitt en þú er marga góða kosti. Já, einmitt. 5. Kvikmyndin Jaws er eitthvað sem flesti þekkja og hversu töff nafn er Jaws? Það er gott. Mjög töff. Gætu þið ímyndað ykkur annan titil á söguna? Já. Shark Attack. Þegar að The Great White. Þegar að þetta er upprunalega bók og þegar að höfundurinn gæti ekki fundið nafn og þá kom pappans með hugmyndanafni og vitið þið hvað það rándýra nafn var? Já, hvað er það? What's that gnashing on my leg? What's that? Gnashing on my leg. Líklega slakast að bíómyndir rámt sér heilt. Já, ég ætti að vera að fara að segja Ég hef ekki farið í bíó. Ég ætti að vera að fara að segja eitthvað, þú veist, eitthvað svona 50 teeths eða eitthvað. Það er enda mjög gott, 50 teeths. Já, þú veist, ef það væri 50 tennur, ég veit ekki hvað er margar tennur í hákvöldum. Aðeins breskar konur, 51% breskra kvenna undir 50 hafa aldrei gift sig. Sturlu staðrætt. Já. Er það ekki frekar hátala? Hvað, 50% af konum? 51%. Undir 50? Sem undir 50 hafa aldrei gifst. En er þessi giftingar ekki að minka þess? Stemni ekki í því? Þú ert bara með einhver mannesku í sambandi og ekki tengt ekki að gifta þig. Ég kannski verið að ít undir að breska konur er ekki alveg það fengulegar en svo er sagan Er það ekki bara að mið? Já, ég veit ekki. En er þetta ekki akkurat öfut? Það er bara að finna ekki myndalega kallmenn út í þér. Það er kannski góðu punktur og stónfokkar. Ég myndi halda það. Mjög góðu punktur. Ekki klína þess að konur. Nei, það er rétt hjá þér í besta afsökunar. Þetta er dagur kvenna til hamingjukonur. Akkurat. Aðeins 2% kvenna myndu lýsa sér sem fallegri konu. Þeir skræpa sér á samfélagsmiðlum með eitthvað I am beautiful. Aðeins 2%. Ég tengi svolítið við þetta. Ég segi til þess að ég sé solid 8,9. Já, ég þekki það líka. Ég vilt ranka mig mjög hátt. Já. Það mútti spyrja mig núna. Hvað rankar þú þig? 1-10? Ég myndi segja 8,9. Já, ég er svona solid 8,5. Já. En við erum það náttúrulega klálega ekki. Vil ekki vera leiðilegur. Ég vissi þú kæmi með þetta. Já, maður giska. Þú myndir ranka mig ekki hærrum 4. Nei, 3,2. Rólegur að henda 8,5 á þér, Richard. Nýbúin að snúa öklan daginn, einhver fótballtaleg. Ást á þig gat í 6 vikur meðan þú varst á hækjónum. Getur ekki sett 8,5 á þig núna. Ekki búin að vera með snakk í naflan. Verður að fara á stigavélina, stilla hann á mánuð og síðan þá er í toppmálum. Ég get ekki verið 8,5 fyrir það. Þú veist, er ekki með alltaf flott andlið. Þú verðist líka að gleyma því oft að Deadbot er inni í dag. Leo DiCaprio. Það er inni í dag.
Það enda góða punktur í við Það nennir enginn í ræktir í dag, það vil allir vera með dadbot. Næsta starrend, það land í Evrópu sem er mestu vindana, ef við tökum meðalvindi yfir 1 ár, myndu við geta giskað á vindasamasta landi í Evrópu? Já, ég myndi giska á Ísland. Nefnilega myndu flesti gera það, myndu þú ekki líka gera það, Gísari? Ég veit það ekki, ég bara veit ekkert. Nefnilega mesti vindur á öllum löndum í Evrópu er The Great Britain. Það er svoleiðis. Það eru mestu vindarnir þar. Já. Richard er svolítið veðurfræðingur í sér. Þeir alltaf að fara líka verð og verð við Bretland. Hvernig verður veður á morgun, Richard? Það ég átjast að ég hef ekki getað komið til Nauthólsvíkina einu sinni í sumar. Ekki einu sinni? Ekki Nauthólsvík á morgun. Þú geti komast í hann á sundaginn. Fínt veður þá. Þegar að fólk prófar nýja penna í fyrsta skiptið þá skrifar 97% af því fólki sitt eigin nafn. Ég hefði haldið að það myndi tekna titling af því að menn gera það. Ég hef aldrei teknað titling á ævinni með eitthvað penna. Þú ert að safna blöðum að titlingum. Ég málið ef þú lætur einhvern fá penna, mér finnst það fyrsta sem að tekna væri getnaðalega. Ég veit ekki út af hverju. Ég hugsa alltaf því ég er að tjekka hvort að pennin virkar, þá skrifa ég alltaf einhvern veginn Rikki, eitthvað svona. Teiknar þið ekki? Nei, ég teikna mig ekki. Akkur? Ég sé þetta ógeðslega flott á honum og teikna einhvern risastóran hring á maganum og haus og eitthvað. Myndir þú teikna þú teikna miðsvæðið svona neðarlega? Ég veit, ég þekki hennar mann bara mikið. Það er hálfskrítið að myndir fá penna í hendurnar og byrja að teikna tippið á þeirra blöðum. Og síðasta störtlaða staðrendin í dag, Manchester United, knattspyrnuliðið, er mest hataðasta vörumerkið í Bretlandi og 7. hataðasta vörumerkið í öllum heiminum. Já, ég er alltaf að segja þetta. Lastu þessi frétt á kopp.is? Mér finnst svo skrítið að vera mannjumadur þegar þú getur haldið með Newcastle. Hvernig getur ekki haldið með Newcastle? Alan Shearer, Andy Cole, allir þessi kallar. Allir. En spurning hvort að þessi velgengni United sé eitthvað að koma inn í þetta? Ef einhver spyrir mig, hver er besti leikmaður allar tíma? Einhver segir, það er Pele, Maradona, Ronaldo, er það Messi? Hver er það? Vá, þvílíkur hugarangur, hver er það eiginlega? Það er mjög einfalt svar, það er Alan fucking Shearer. Newcastle United. Þetta var stundlaða stærnendur í dag. Takk ég þá, mjög góð regla er ekki að íta á grænatakkan þegar Steindi byrjar að tala um Newcastle. Og það þegar ég gera bara hér og með vonda þetta til smástund. Kæru hlustendur, FM 95 Blöð á föstudegi og við erum búin að vera í störtlegum staðrendum, við erum eftir að fara í hvort myndur frekar og sitt hvað meira en það er veistla framundan, við getum orðað það svo leiðis. En það er eins og að komið að dagskrárlið sem ég held mikið upp á í FM 95 Blöð á sínum tíma og ég sakna hans pínlítið. Sko, við erum í rauninni, er ekki að reyna að nýta tækifæri meðan Öddi er í burtu, af því að ég og Egill, við viljum alltaf, við viljum fá að vera aðeins barnalegri. Ég veit þetta er barnalegur þáttur, en við viljum vera aðeins barnalegri og sérstaklega þú, Egill, þú verður að viðurkenna það. Viðurkenna það. Ég vil af þessum barnalegirina. Við stingum oft upp á þau Blöð og hann segir nei. Já, þetta er í rauninni, við erum búin að reyna að fá þetta í gegn í langan tíma og þetta er hitt konseptið að því barnalega því betra. Já, þetta er bara svolítið því barnalega og því verra því betra. Þannig sem við fann í vondati, við ætlum að henda okkur í þetta. Og konseptið í dag er að við ætlum að ringja á veitingastæði á höfuðborgarsvæðinu og við ætlum að segjast hafa verið að borða í gær en það hafi verið raskat í matum okkur. Jésús minn almat. Mér finnst þetta alltaf jafn fyndið, pælið í. Ég er bara fór að hlæja og sagði þér þetta. Ég borðaði hjá þér í gær og það var raskat í matum. Já, en þetta er samt, Þetta verið vond eða? Þetta álíka verið vond aðrið. Já, ég veit það, en það er samt, ég held að þetta getur verið aðeins ofvond, en við skulum prófa þetta. Á ég að byrja það? Hver á að byrja þetta? Ég skal klára mitt. Klára mitt. Ok, tilbúin. Finna hérna. Þú mátt tryggja KFC fyrir mig. KFC? Já, það er minn staður. Já, ég get alveg, ég sé það bráður. Þinn staður. Kentucky, góðan dag. Já, er þetta Kentucky? Já. Já, góðan daginn. Anton heiti ég og ég er nú ekki alveg sáttu við ykkur. Ég kom hætti í gær og keypti eitt tilbúð nummer 8. Tilbúð nummer 8 hjá okkur. Já.
og svo þegar ég var sko eiginlega bara búinn að borða og bara 2 bitar eftir eða eitthvað, þá var ég búinn að uppgöta í það að það var raskat í matnum mínum. Og hvað minnir rassa á kjötinu það eða kjúklingunum? Sko, það var 2 bitar eftir og ég var búinn að borða fransk og fröllurnar og það var allt búið. Það var 2 bitar eftir af matnum og þá uppgötaði að það var raskat í matnum. Ég var búinn að vera að borða raskat. Ég er ekki alveg viss það, heldur það? Ég er alveg mjög viss það að það var raskat í matnum. Já, ég er ekki alveg að trúa, ég veit að það stríða mér sko. Ég er ekki sáttu við þetta. Nei, og hver er þú? Hver er þú? Það er ekki gaman að koma hérna og svo maður bara láta henni geta raskat, þannig að við heyrjumst bara síðar. Takk fyrir mig. Nei. Strákar, þetta er strákar. Ég er orðlaus. Þetta var lélegt, þetta var lélegt að sýnda sem ég var æfum tekið. Þetta var bara skrætt að lélegt. Ég ætla að sjá hvort að gilsarinn er eftir að gera þetta betur. Barasta. Ringjum í Þetta verður ekki verra. Þetta verður ekki bandalegt. Var þetta ekki óþægilegt? Var þetta ekki óþægilegt? Prófa þetta sjálfur, þetta er hrikalegt. Ringjum í aktu taktu fyrir Egil. Ég væri til að sleppa við þetta, ég veit ekki hana. Aktu þetta skólagata? Já, góðan daginn. Daginn. Ég ætla aðeins að athuga eitt hérna hjá þér. Já. Ég sótti hérna í gær hjá okkur ostborgaratilboð og eitthvað baconborgara minni mig. Ok. Og tók þetta bara með og síðan þegar ég var komin heim og búinn að ég var búinn að klára að borða þetta allt og fatta ég að það var raskat í borgaran. Já, ok, hvað er þetta eitthvað svona símatækur? Nei, þetta er bara ég frekar pirraður yfir þessu. Frekar þreytt sko. Það er eitthvað FM 957 dress. Þetta er með helviti góða punktur við ekki hana. Þetta var ennþá lélega. Þetta er eitthvað versta sem ég heilt á ævinni. Þetta er eitthvað mest ósannfærandi símat sem ég heilt á ævinni. Þitt var þetta var sannfærandi sko. Strákar, við vorum báði böstaðir í símtólum. Við vorum báði böstaðir í símtólum. Þetta var æðislegt. Þetta var vondatið og ég, strákar, þetta er ekki hægt, við getum ekki. Þetta stóður til að mig, þetta var helvíti vondilegt. Helvíti vondilegt. Sumarleikur FM 957, þar sem við gefum þér fullt af glæsilegum vinningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráir þig í Sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og nokkrum sinnum á hverjum degi hringjum við í einhvern skráðan hlustanda og mókum í hann vinningum. En þú verður að svara rétt. Ég hef mikla trú á þeim sem eru búin að hlusta okkur inn í morgun. Halló. Nei! Halló. Og þú svaraði vitlaust í síman, þetta er FM 957 og þú sagðir halló. 15. Kíktu í heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Ný sending, Selected Kringlunni og Selected Smáralind. Á Fresco er allt búið til frá grunni. Hollur skyndibiti sem bragðir af. Fyndu ferskleikan á Fresco, Suðurlandsbraut 4. Ert þú búinn að sækja appið? Safran. Minna manstu, fyrsti þáttur, föstudaginn 19. júní á Sport 2. Hver er núverandi Íslandsmeistari í höggleik í golfi kvenna? Ólafía Hrönn. Nei, Ólafía Kristín. Nei. Líka hakkin. Líka hakkin er það nafn. Manstu, á föstudagskvöldum á Sport 2. Skemmtileg þáttur fyrir skemmtilegt fólk. Ekki missa okkur, það verður gaman. Manstu er í boði Frón, Dominos, Coca-Cola og 1011. Hér hafið fæturnar, hér höfum skóna. Já, við erum eini veitingarstaðurinn sem lánaði skó. Keiluhöllin, Egilshöll. En betra númer. Sama góða þjónustan. 1818. Tvöfalt auðveldara og tvöfalt mikilvægara að muna. 1818. Já er svarið. Shell bíladagar á Akureyri, dagana 16. til 20. júní. Skemmtu þér vel og varlega. Shell og bílaklúbur Akureyrar. Handskornar franskar eru stolt okkar á Roadhouse. 100% kartöflur, engin aukaefni. Roadhouse.
metnaðarfull matreiðsla. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það held ég, FM 95 blöð á föstu degi og við höldum áfram strákarnir. Ég verð að viðurkenna það. Ég alltaf vanur að vera einn í loftinu en tíminn sjúklega fljótur að líða, það svona gaman. Já, það hrikalega gaman að koma hinga með þér. Þú ert alltaf einn inni. Já, það aðeins lengra að líða. Það þú getur kíkt á okkur. Já, það að vera duglegur við það. Það komið að kortmynduru frekar. Kortmynduru frekar. Og þú sérðu það í dag. Já. Og ég hef áhyggjur að því, ég veit ekki það. Var ekki mynduru fyrir Kess samt fínt á það? Jú, það var fínt. Fyrir utan það þegar þú varst að tala að hrista þig og það verður að vera eitt svona erfitt. Já, þú ert heldur pervertur. En ég skal þetta verður ekki ég getur bara að segja það strax hérna af því að ég á beðin það að vera frekar grófur í þessu. Ég ætla að vera frekar grófur í þessu. Guð minn almáttur. Þegar þú tekur það fram En fyrir hafa það hugfast þetta grín. Já, gott að minnast á það. Ég ætla líka að minna á það, með öllu gríni fylgir alvara. Nei, aldrei. Ég að grínast þig, ok, þú takk það klára. En fyrsta, eru tilbúinir? Já. Hvort mynduði frekar láta tattúera mynda mömmu ykkar allsber á bakið eða missa hægri fót? Hvað gengur að það, Richard? Ég ekki, hvað gengur að það? Hvað er að það? Hvað er að það? Hvort myndur þau frekar fá þér mömmu allsbera, flúrað á bakið eða missa fót? Missa hægri fót. Það ekki verið að tala bara litla putta en eitthvað svoleiðis að missa hennar nöggi. Sko, Rikki. Henda bara fæti af. Hversu stór mynd af móðu minni er þetta hann á bakið? Hversu mikið fer að fætinu líka? Er þetta stubbur sem þú var að halda? Þetta er bara heilt hægri fótur og þú vart að setja á allt bakið. Við tekur hann að við mjaðmarlið eða við hnélið? Þetta er bara heilt fótur. Heilt fótur. Og tattúið er hvað? Það þurft að vera vel sjáanlegt allavega. Já, ekkert yfir allt baki, kannski herrablaðið. Herrablaðið kannski. Já. Og vantalega með svona lauf fyrir og svona. Já, nei. Næru, ég, bara móðið mín er gullfalleg kona, ég vel tattúið. Það er ákveð. Það er ákveðið. Steindi, ég er bara tekið ákvörðun og ég er nú til að fara í næstu spurningu. Þið ætla að leysa þetta bara þannig. Já, ég verð að vera sammála. Ég myndi henda Siggu á baki. Akkurat. Númer 2. Já. Hvort myndið þið frekar pissa í hvert skipti sem þið myndu standa upp eða kúka í hvert skipti sem þið myndu setjast niður? Ok, nú veit hvað er aðra eitthvað? Já, það svona... Hvað heldur það? Já, þú veist að hann er alveg því líkt brenglaðið maður. Ok, ef ég sest niður. Já, þá þarf alltaf að kúka. Það þarf rosalega marga. Þarf ég þá að kúka eða bara hægir? Sjálfkrafa. Já, það þarf að kúka. Rosalega mikið kúk og piss í dag. Rosalega mikið. Þátturinn basically getur bara heitið. Það þurfa allir að gera þetta hvort þið. Eðast alltaf í hvert skipti sem bara myndir sitja núna. Við myndir standa upp núna. Þá þurftur bara að pissa. Ég veldi fyrir mig hvað það verið gert hjá haustum að Richard og samtöðum þessar spurningu. Já, hvað hafa þetta svona ekstra? Ég get lofa eitthvað því að Auðun Blöndal er núna einhvers staðar skélþunnur í Bandaríkjunum og hefur ágjörð því að við sem að skemma þáttina. Nei, alls ekki, þetta er mjög gott. Hann er nógu lítið lísið fyrir. Þetta er fólk hafa alveg gaman að þessu. Sko, ég ætla alveg klárlega að velja það að ég missi smá þvag því ég standi. Alveg 100% það myndi ég líka velja. Ég ætla að velja það. Já, af 2 frábærum valmöguleikum hjá Richard. Þá held ég verður neyðast til að velja fyrri valmöguleikan. Á myndu kúka? Nei, var það ekki setni valmöguleikina? Nei, hann var fyrri. Afsakið, þá vel ég pissið. Ok. Herðu, og 3. Hvort myndið frekar drengir? Lappin á mömmu ykkar meðan hún leikur sér með dótinu sínu eða lappin á pappi ykkar þegar hann er að leika sér að sínu dóti? Guð minn almáttugur, Richard. Það er eitthvað. Nú sko, rosalega mikið. Núna lappa ég bara yfir og ég ít á græna takkan. Sem hann sá maður blökjur oft þegar hann setur sokk í mig og stenda. Ítir hann bara á takkan. Já, við erum ekki með takkan. Takkin er hinum einn. Já, ég þarf að standa upp. Að tvennu mjög illu, hvað þið myndið velja? Richard. Sko... Þið þurfum að velja. Við erum í beinni útsendingur. Já, þið þurfum að velja. Hvað heldur að fólk sé að hugsa þannig sem er að hlusta núna, Richard, úti? Það er núna að hugsa, hvað er aðeins, Richard? Nei, það er ekki að hugsa um það. Það er að hugsa, hvað er ég að velja? Nei, það er enginn að hugsa það. Það er allir að hugsa, hvað er aðeins, Richard? En ég þarf að fá svar, hvort myndið velja? Sko, Stonefucker, ég ætla að vippa þessar spurningu vera þig. Þið verðið að velja. Ég ætla að leyfa þér að taka þessa. Ég myndi vilja lappin á pappa minn frekar. Herðu, nú ítum við bara græna takka. Nei, þú eru að koma í svar. Get ég ekki bara setja hjá núna? Nei, maður getur ekki setja hjá. Þú svarar víst að ég svara.
Þetta sko Rikki, ég vona að vera skammaður eftir daginn dag. Já, svaraði bara, hann verður skammaður. Já, ég segi pappa. Hann verður tekinn á teppi af okkur þetta bara beint okkur. Hvað ætlar að segja þetta? Vel, ég báði pappa ykkur. Hvað ætlar að segja að leika sem er? Egil segir mamma sín. Nei, ég segi FM 95 blöð hér á föstu degi, farað að líða eins á þetta hjá okkur. Við erum hins vegar saman í 25 mínútur til viðbótar. Nú er hörku fýtt þáttur en þetta hvergi nær búið. Þetta er aldrei búið, þetta verður aldrei búið. Strákar, svona, ég spyr ykkur, hvað er að solstismelgina? Já, strákar, ég er að fara að kíkja á Secret Solstice í kvöld. Ég er að fara að kera um á bíladaga. Og ég er Hvað er sér að fara að gera? Já, og ég ætla jafnvel að lauma mér upp á svið og taka eitt lag með vinni mínum Ágústi Bent. Ég var að mega, sko, setja saman kostur og gallar Secret Solstice og kostur og gallar að bíladaga. Eru bílar og spólir hringi á Secret Solstice? Já. Nei, það er ekki sem ég gangi. En það eru bílar og spólir hringi á bíladögum. Já, þú getur nú ekki fara drifta þar. Þú getur nú eiginlega ekki fara að líka saman, sko, Secret Solstice og bíladögum. Jú, ég vil etna það. Er það? Já, ég segi að bíladagar segir betri hátt. Nei, sko, við erum að tala um Wu-Tang og svona hljómsveitir. Svo voru heitir 75. Hæ? Þetta er ekki lagi með því, ekki vera að setja þetta á Secret Solstice, þetta verður geggjuhátíð. Ég veit að ég bara tala ég er mikill bíladagamaður, sko. Hún verður æðisleg. Mikill bíladagamaður. Jú, ég er að fara. Það er bara einfallega að þú ert að fara að skemmta. Ég er að fara í spinn á morgun, það er eins og að gera. Hvaða væl er þetta, maður? Eru ekki að fara í stjórnu núna, ættu ekki að benda þess til félag? Já, sko, málið það, ég hef alltaf rosalega gaman að ég að fara í, sko, það er náttúrulega virtur dagskrárliður í útvarpinu, var alltaf stigagangurinn. Það sem maður hringdi og var að hræra í nágrunum, maður þykist að vera íbúi í blokkinu og jara. En stjórnun í útvarpi er eiginlega svolítið nýtt teik á það, ég hef rosalega gaman að það og þá er ég búinn að vera að hringja í nágrana og ég segist vera nágranera og ég sé fastur á klósettinu, kona fyrir austan með allt niður mig, var í jagertum í gær og ég er rullulaus, ég er pappírslaus inn á klósettinu og mér dætti ég að mér langar að prófa kringluna í dag. Hringja í kringluna til í þetta. Tjekka á þessu. Já, tjekkum á þessu. Ertu með númerið? Ertu með númerið? Ok. Sláðin kringluna og byttu, ég ætla að koma inn í gýr. Ég er klár. You have reached Kringlan Shopping Center. For English... Kringlan, góðan daginn. Já, góðan daginn. Er þetta öryggisgæslan í Kringli? Það passar. Heyrðu, er ég að tala við öryggisvörð? Já. Ertu á röltinu hérna? Nei, ég er á skrifstofunni með talstöðarsambandi menn á gólfinu. Ertu með talstöðarsamband? Já. Heyrðu, gæturu sko, þetta er hrikalega neðalegt. Ég er hérna á klósettinu hérna á efriðinni. Já. Á kallaklóstinu. Ok. Og ég er pappislaus. Já, ég skil. Hérna ertu á klóstinu hérna á ganginu þar þú getur lappað inn. Já, nákvæmlega. Ok. Hvort það er þetta að fá samband við einhvern út sem er á gólfinu sem getur öll tíminn og ég geti... Ég hérna bara, við skulum redda þessu. Þetta er ekkert langur tími eða fyrir ekki að þetta er alveg hrikalega neðilegt? Þetta er ekkert málið, sko. Nei, ég er bara að beða um að flýta sér. Ég sé ekkert ástæðina bara. En þeir vita allavega að þeir eru að flýta sér. Já, er hægt að fá samband við öryggisvörðin sem myndi koma? Nei, ég myndi frekar setja ræstökutíðin, sko. Það eru alltaf hliðina, það eru eiginlega kaffestóður alltaf hliðina. Einhverja konu, eða? Já. Væri frekar hægt að fá kallmann til að koma með það? Já, ég geti kannski rætt að nýjanda er. Herru, ég skal bara prófa að senda þið hérna á aðtökurnar svarið hérna. Já, getur aðtöða það? Vakstur öryggisgæslu, augnablik. Takk. Halló? Já, góðan daginn. Hver er þetta öryggisgæslan sem er á gólfinu? Já. Var hann bara búinn að hringi í þig eða? Nei, hvað segir þú? Já, hann sendið bara beint. Ég var að tala við hérna upp á, við þjónustuborðið uppi á 3. hæð og ég er sérst hérna á klóstinu inn á kallaklósti og ég er pappislaus. Já, ég baði hann um að senda frekar, sko, hann ætlaði að senda ræstingakonur þar inn. Já, ekkert mál. Ég var svona, ef ég var alveg hinskilja, fyrst mér svona kannski óþægilegt ef það myndi fréttast. Ég skilja, hvað er klóstið það? Takk á það, ég er uppi, bara þú, semst við hliðum á kaffihúsinu uppi. Já, það var á Stjörnutorginu. Já, það var einhver að koma hérna inn, við hliðum á Stjörnutorginu, já. Ok, geti ég bara fengið að hafa það í síman, þá getur þú sett þetta undir básinn fyrir mig. Ekkert málið, ég er hérna svolítið langt frá en Hvað er þetta alltaf núna?
Ég hérna hjá Steinar Vógu, annar henni bara hjá skóbúðinni? Já. Ok, þetta alveg hrikalega neðalegt, fyrst beðist afsökunar á þessu. Það ekkert mál. Það bara, ég fekk alveg heftalið í maður, ég fór á Rikka Tjan og ég fekk mér djúbstekta rækjur og eitthvað svona, ég má ekkert við, ég fæ mér aldrei svona mat, sko, ég vil alltaf bara í, svona, konan eldar heima og maður er vanur að borða bara heima, leið maður borðar eitthvað þar úti, þá fer allt alveg í gang, sko, allir það fer bara, allt kerfið fer alveg að fullt maður. Það er svíður þessu, sko. Hvað? Ég bara að detta inn, ég bara komin á kaffehúsinu, ég labbið brúðistíðan. Já, ok, og ertu búin að ná í rúluna, eða? Nei, ég bara að finna á rauðurklósettinu. Já, ok, það fara inn á hinn klósettinu og ná í rúlu þar bara? Já. Hvernig, bara alveg, sko, að drepast út af þessu alveg, alveg sikarlegt að vera svona, að lenda í þessu, sko, þetta er svona, fólk að taka hérna í húnin á meðan og mann er alltaf svíður út af þessu, sko. Ertu uppi, inn á klóstunum uppi? Já. Já, ég bara, lengst til hægri, það er nú einhver maður hérna inn líka, heyrðist ég heyri í þér, getur þið bann? Já, ég þetta klósett, sko, það ekki nefnir inn á þessu klósetti. Það fekk sér Rikka Tjan og bara fór alltaf fullt. Já, ég búin að tjekka klósettin, þú ert ekki inn á klósetti, þannig að... Það lítið að vera á kvennaklósettinu, ég lítið að fara inn á kvennaklósetti, ekki skilja með eftir hérna maður. Ég er að sturta niður núna, heyrðu það? Ég er að sturta núna niður. Já, þá ertu ekki inn í kringlunni, sko. Það er ég búin að tjekka öll klósettin. Þú lítið að vera í Smáranum, Karlinn. Heyrðu, er ég í Smáralindinni? Ertu ekki að grínast í mér? Ég ætla þá að ringi ykkur hérna, þetta er að þotna allt saman hjá mér. Já, ok, sviðin og allir pakkin. Takk. Færði ekkert samanskupið þú ert að greið maður. Þetta var hrikalegt, þetta er alveg hrikalegt. Ég verður ekki að ringja bara í hann eða? Nei. Hann fréttir þetta ykkur starf. Hann fattar þetta, það er bara... Læta okkur koma með klósettpapir inn til. Þetta gladdi mig, viðurkenna það. Það er óþægilegt að gera þetta í beinni, sko. Það er málið, það er óþægilegt. Já, púlar þetta bara mjög vel. Herru, þetta var stjórnun dagsins. Manni stjórnað í útvarpi, það er eitthvað glænýtt og hefur nú mjög sjaldan verið gert. En við erum ekki alveg búinir í dag, klukkan er kortur í og hér framöndan, strákar, það er eitt af mínu uppáhalds bara í hvað sem við gerum. Þetta er alltaf skemmtilegasta sem við veitum, þá tengjum við tvo þekkta einstaklingar saman, við segjum ekki orð, við ringjum 2 símtöl, setjum á báða á línuna og sjáum bara hvað gerist. Tjekkum á þessu. Sumarleikur FM 957, þar sem við gefum þér fullt af glæsilegum vinningum, bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráið þig í Sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og nokkrum sinnum á hverjum degi ringjum við í einhvern skráðan hlustanda. Farðu á flug með Mentos-tyggjói. Taktu poka af Mentos-tyggjói og slepptu hugmyndafluginu lausu. Smeltu mynd á Instagram, tagga hana #Mentosmynd og fylgstu með á Facebook. Þú gætir unnið 500.000 króna gjafabréf fyrir sumarferð með heimsferðum. Mentos. Fáránlega ferskt. Það tók okkur heilt ár að þróa réttu sósuna. Núna erum við tilbúnir að bjóða þér upp á alvöru kjúklingavangi. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut og Austurstræti. Ímyndaðu þér að elta kærustunuðin út á land og byrja í nýrri sumarvinnu. Tómatur, bara til þess að vera dömpað viku síðar. Það varst að draga mig út í raskati og allar ekkert að vera með mig. Albatross, ný íslensk gamanmynd, komin í bíó. Dominos finnir stórmyndina Ted 2. Okay, you ready? And the buddies for life. Mark Wahlberg og Seth MacFarlane eru mættir aftur í drepfyndinu mynd kjaftfóra bánsan Ted. And my nose came off. Ted 2. Frumsýnd 25. júní land allt. Pissbúinn sólarvörnin veitir húðinni góða vernd gegn skaðlegum geislum sólar, ásamt því að gefa húðinni góðan raka. Pissbúinn sólarvörn. Startaðu partíinu með Jam Bluetooth hátalarum. Mest seldu hátalarar í Bandaríkjónum og Bretlandi. Fást í Elko. Manst þú eftir mér? Ég er ennþá á Bragagötu með kveðju Eldsmiðjan.
Það verður sannkallaður risaslagur þegar 2 efstu liðin í Pepsi-deildinni mætast á sunnudag í Kaplakrika. Tekst F-fáingum að auka forskot sitt í deildinni eða tylla blikarnir sér á toppinn. FH Breiðablik, sunnudag klukkan 19:30. Tryggðu þér áskrift á 365.is. Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2. Allt frá tennis til taekwondo. Það ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Kíktu í Happy Hour á English Pub milli 16 og 19 alla daga. The English Pub, Austurvelli. Alliða heldalausnir í bensinni og dísli. Atlandsolía. Lykillinn að lægra verði. Sunkist lýsingarsprey frá Lee Stafford. Að vera ljósar lífstíl. Ale Burger með tignarlegu beikoni og áhyggjulausum frönskum á Fredriksen, Hafnarstræti 5. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. 95 blöð og færði að stytta svona í annan endan, en við ætlum eins og vera að skella okkur í það sem að ég og Egill höfum alltaf gett saman þegar ég fengi að vera hérna. Það ekki komin tími til að tengja. Akkurat. Ég mjög gaman að því. Hvernig var að taka fyrir núna? Mjög góð spurning á Richard. Tengjum saman. Vissu að það til lag sem hljómar svona. Ekki komin tími til að tengja. Ég vissi það. Það? Já. Við höfum að hafa svona sko, við höfum þurft að gera trailer. Mjög góð punktur. En þetta var þetta skyndið ákvörðun, þannig að það gett að gera trailer. Eru þið komið með eitthvað? Sko, ég segi, ég ætla að segja Sigga Kling. Ok, þá ætla ég að fá að segja, ég má bara segja eitthvað. Já, bara eitthvað, skiptir engu máli. Sindri í Íslandi í dag. Það er svo gaman að hafa þetta random. Ég er með númer, ertu með númerið? Já, ég er með númerið á bæðum. Ok. Tengt þetta saman, Richard. Þetta er Sindri, kíktu við bara. Já, ég með þetta. Tengt þetta saman. Ok, ég ætla að prófa það. Sigga hérna og... Þú voru að hringi bæði einu? Já, þetta er komið, ok. Halló. 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 Já, heyrðu ekki í mér? Jú. Ég var nefnilega að kaupa mig nýjan síma svo að fólk heyrði mér. Mjög gott. Svo ég er mjög svegt ef þú heyrðir ekki í mér. Ég heyri. Ok. Hver er þetta? Varst þú ekki að ringja mig? Nei, ég var ekki að ringja þig. Já, þetta er svona missed call úr þessu símanúmeri. Ok, hvað heitir þú með leyfi? Sigurður Klingaberg. Já, blessu Sigga Kling, þetta er Sindri, en ég var ekki að ringja, en það var greinilega einhver hjá 365 að ringja þig. Já, bara núna fyrir augnablikki, get ég sagt þér, bara fyrir 5 sekundum. Ok, það var ekki ég samt. Ok, elskan mín, neitaði bara fyrir að hætta að ringja mig á nóttunni. Ég gerði það. Ég elska þig. En hvað er að frétta, Sigga? Hvað er að frétta? Það er allt gott að frétta, eru komið 2 á línuna það? Halló? Já, ég er bara að spá, er ekki allt gott að frétta bara? Vittu nú við, er þetta Sindri eða? Já. Alltaf skrítin rödd eitthvað núna? Nú, ég er að vera að tengja mæk á mig, við erum að leiðinni bara í útsendingu. Jú, er allt gott að frétta, ég er búin að tengja þið inn í krabban. Það ekki? Jú, þú ætti að vera þar. Já, gaman aðeins örugli. Ok, skann, bye bye. Já, segi það. Ég nefndi ekki að vera ræriðið maður, þú veist, þetta er svo gott fólk. Ég er mjög gaman að þessu. Ég hefði átt að hræri henni. Já, það hefði verið átt að stríði henni restina. Ég gæti Sigga Kling, hún er vinkona mín. Hún er með breyttbak. Hún er með breyttbak, já. En já, ég er með Herbert Guðmundsson. Herb. Ég er með hann hérna. The Herb. King Herbert, ok, býttu, þá má ég vel eða. Ég var með datt í hug, fyrst Benny hraðfréttum, en við erum búin að tengja, við tengdum hann einu sinni. Ég ætla að fara í alveg random, Herbert Guðmunds og Hjalti Ússi. Hjalti Ússi? Ég er með númer að Hjalti Ússi. Tengdu á saman, Richard. Ég bara að senda þér. Tengdu þetta. Copy, paste. Og komað. Halló? Já, halló? Já, ég sá að ringi mig. Var ég að ringi þig? Já. Nei. Jæja, hver er það? Hver er þú? Hjalti heiti ég.
Já, blessa heldur mig. Hvað get ég gert við þig, elsku drengurinn minn? Hvernig er það að tala við? Ég heiti Herbert og Guðmundsson. Já, nei, ég veit það ekki. Ég bara sá það, þú hringdir í mig. Já, nei, ég hef ekki tengt þig. Ég hef bara sittið í tölvunar að vinna í tónlist. Hafa það gott, vinnur? Hvað hjálp er þetta? Úrsus. Hjalti Úrsus heiti ég. Hjalti Úrsus, blessa, bara halda árum aðeins. Blessa, ég geri það. Ok. Alltaf áfram að æfa. Ég geti gert þetta í allan dag. Ég vil þetta allan dag. Herru, við fáum eitt lagi viðbót og já, svo er bara komið að kveðja. Já, sko, ég veit ekki alveg. Ég veit eitthvað búin að plata svolítið. Okkur langar að hefna það svolítið á þér, sko. Já, þar sem við erum á tíma og þurfum við að lækka því miður í meistarabyggi smál. Aha. En við þurfum að kveðja strákar, en hvað ætlið að gera með þetta? Það er ekkert hver sem kemst upp í það að lækki byggi smáls. Það er bara svona. En við erum því miður á tíma. Sko, við Egill, þú varst búin að vera að henda okkur í eitthvað djöfus kjafta í allan dag. Já, og þú varst yfir strikið í 90% tilfella. Já, þannig að við ákvaðum að henda þér í eitt dagskáli sem við ákvaðum að hendi sem heitir leggja orð í munn. Frábært. Nú komið til að þér líði illa einu sinni, Rikki, í dag. Akkurat. Við ætlum að láta hringja. Þetta orðin sem ég á að segja, Egill? Nei, já. Sko, við ætlum að segja hlustandi, við þurfum að byrja því að við ætlum að láta þér hringja upp. Þú ætlum að hringja upstairs. Í hvernig ætlum að láta það hringja? Bara gæjan sem er með yfir borgunarmörkin. Rikki var að lesin á borgunarmörkin og byggarleikir í gær. Já. Og hann ætlar að hringja og Ok, það er ekki búið að spila það. Ok, þú varst að lesa yfir mörkin í gær. Þú hringir í hann. Þú verður að segja hvað er maður að segja þetta? Þú verður að segja hérna. Þú verður 3 orð sem þú þarfst að taka fyrir. Fyrsta, Jennifer Lopez. Þú verður að segja Jennifer Lopez í síndalinu. Einfalt. Næsta, lag úr raskatinn á mér. Nei, þið eru búin að setja út á mig í allan dag. Þú ert búin að vera svona í allan dag sjálfur. Þetta er mjög vægt. Svo þarfst að segja borgarskitan, ekki borgarmörkin. Borgunarskitan, ekki borgunarmörkin. Þú var að koma þess að Selbat er mesti toppmaður sem ég þekki, ég geti þetta ekki, sko. Jó, þú verður að gera þetta, hringdu. Þú voru bara að gera það þig, það er bara Þú veist númerið, hringdu upp og taktu þetta á þig. Jésús, menn þetta verður eitthvað viðbjöðs. Halló? Óli? Já. Sælur er ekki þetta. Blessaður. Hvað segir ég? Bara ágætt en þú. Ágættist þáttur á hann? Já, hann bara þræl fín. Herðu, það er svona eitt sem ég þarf að nefna. Ok. Það þegar ég var að fara yfir leikina, það var svona, þú veist, fara yfir þetta, þá svona einhvern veginn, ég laga einhvern veginn. Lagstu? Já. Hvað meinar þau? Sko, ég ætla bara að segja þetta, það lag úr raskatinn á mér. Já, allt í fína. Og það er ekki alltaf það. Það sást ekki í mynd. Nei, Jennifer Lopez kjaftaði eitthvað, þú veist. Það lag bara úr mér. Já. En varst alveg sáttu við þessa borgunarskitu? Ég get þetta. Sorry, strókar, ég get þetta ekki. Þetta eru trónlíkir, sko. Það er að þér, þú ætlar að þrauka í gegnum þetta. Allt lóðrætt niður þig. Herru, sorry Óli minn, þetta var geggjað þáttur. Eru vondið með hérna í blöð? Nei, ekkert mál. Strákar, þetta ger ég ekki. Gætir ekki að hafa gert þetta verð. Ég er ekki nálega leður. Gætir ekki að gert þetta. Þú veist með allt niður þig. Þú ætla ekki að byrja að perla ennina, það er bara hálfa mínúti. Það er vestar sem ég hef gert, sko. Ég er ánað við náðum Rikka í rugli í lokin. Ég er mjög ánað. Alltaf henda okkur djúbulega. Það er ekki alltaf að henda okkur í svo kjæftæði. Strákar, klukkan er 6. Hvað á að gera helgina? Þú byrja. Já, ég ætla bara að vera slagur heima með mér. Já, Egill. Ég ætla að spóla í hringi á bíladögum og séða með ball í Sjallan. Allt niður. Ég var endar að ljúa. Ég er að fara á Secret Solstice og ég er að fara að taka lagið í kvöld. Ég hveit allar til að koma og gefa mér high five. Já, ertu með gig í kvöld? Já, svona smá. Vel gert. Strákar, takk fyrir samfylgdina. Já, Richard. Við sjáumst aftur einhvern tímann síðar ef það verður, þar að segja. Já, það verður mjög líklega búið að reka þig en við sjáumst einhvern tímann út á götu. Það er mjög góð líkur að vera ekki með vinn á morgun, Rik. Ég er ekki með leðilur. Kæra þakkir. Hefur þú smakkað barbacoa? Hæg eldað nautakjöt marinerað í hvítlauk og chili sem hreinlega bráðnar í munni. Það býður þín á Serrano. Fresh, happy, max. Ef maður ætlar að hlaupa þá þarf maður í rauninni bara eitt, maður þarf bara góða skó. Sama í hverju þú hleypur, nú er rétti tími til að skrá sig á marathon.is. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka. Við viljum hafa þetta einfalt. Aðeins 3 réttir á matseðli. Dirty Burger and Ribs.
Miklubraut og Austurstræti. Sumarið hefur aldrei hljómað eins vel. Nú streymir þú tónlistinni fyrir 0 krónur með Spotify Premium á farsímanetti Símans. Þú getur meira með símanum. Holt og gott í krónunni. Pink Lady epli 800 grömm á 25% afslætti. Aðeins 449 krónur pakkin. Krónan fyrst og fremst ódýr. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keyptir óðalsetur í Suður-Frakklandi. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Minnum við á tilbúðan okkar fyrir 2 eða fleiri með öllu tilherrandi. Hraðlestin, ekta indversk matargerð. Ekki komin tími á alvöru burger? Dirty Burger and Ribs, Miklubraut og Austurstræti. Lestu fréttablaðið hvar sem og hvenær sem í spjaldtölvunni eða snjallsímanum. Sæktu þér appið á vísir.is/FBL eða beint í gegnum App Store, Google Play eða Windows Store. Fréttablaðið, app sem þú þarft. Íslenski listinn í boði Coke Zero. Á laugardögum klukkan 4 á FM 957 verður að heyra vinsælustu lögin á Íslandi. Ósk Gunnarsdóttir fyrir gegnum 20 vinsælustu lög landsins á íslenska listanum. Inni á heimasíðunni fm957.is getur þú skráð þig í FM Plus og leið 57 í boði Coke Zero. Íslenski listinn í boði Coke Zero. Ekta kókbragð, engin sykur. Þú var fritt far með rútu í bæinn helgar. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð.